eþíópskur matur borðað með höndunum. Þannig að þú veist, bara smá upplifun og já. Og þetta bara mismunandi réttir, grænmeti og kjúklingur og baunaréttir og svoleiðis. Fólk þú veist, að koma frá sunnan eða frá Akureyri og á leiðinni að stoppa hér og fá sér eþíópska mat og jafnvel gera sér ferð hingað til að fá eþíópska mat. Þegar það kemur á mat þá fólk þú veist, þau fara að þvo sér hendurnar og svo bara fjölskyldur að borða saman. Þau að deila saman, þú veist, oftast þetta borið bara á stóru fata og setja fjölskyldu bara hring og borða úr sömu plötu, diski. Og það bara, þú veist, svo þetta bara svona fjölskyldutími. Þú tekur þinn tíma að borða og að spjalla og svoleiðis. Þetta athöfn. Og svo líka bara það sem gerir þetta æðislegt. Ef borða með puttunum, þá fólk ekki að hanga í símanum. Þú borðar þetta með pönnukökum, þannig að pönnukökuna liggja utan sósuna. Þannig að þú ert ekki beint að, þú veist, dýfa í sósunar. Þannig að það já. Rétturinn heitir Rastashen. Við nefnum þetta eftir hæsta fjall í Eþíópíu. En þetta sem sagt 4 mismunandi réttir og það þú veist, hérna ef ég myndi sýna ykkur. Það þetta sem sagt svona. Og þá kemur sem sagt hérna í miðjunni kjúklingaréttur sem heitir Dorot og þetta hægeldað hérna sósu og það sem sagt kjúkling og svo harðsoðin egg það fylgir kjúklingnum. Og þetta sem sagt hátíðarrétturinn. Þú veist, í Eþíópíu þetta borðað páskan og jólin og svoleiðis áramótin.